Jæja, góðan daginn og velkomin á þennan sameiginlega kynningafund hjá SSNE og Rannís. Ég heiti Rebekka Kristín Garðarsdóttir og er verkefnastjóri hérna hjá SSNE og með mér í dag er hún Sigga Heimis hjá Rannís sem ætlar að fara yfir kynningu á þessum helstu sjóðum sem eru í boði innan Tækniþróunarsjóðs. Fara svo líka yfir það fyrir hverja þær eru og svona helstu, allt það helsta sem þið þurfið að hafa í huga þegar þið eruð að skrifa umsóknirnar. Við ætlum svo aðeins að fara yfir það hvaða verkefni eða hvernig verkefni það eru sem eru að fá styrkina og hafa verið að fá styrki í gegnum árin. Og svo síðast en ekki síst, þá ætlum við að fara yfir svona þessi helstu mistök sem eru gerð við umsóknarskrif. Það er í rauninni ótrúlega hátt hlutfall og sársaukafullt að sjá hvað eru margar umsóknir sem eru ekki teknar til efnislegrar yfirferðar vegna þess að þær eru að falla á einhverjum formkröfum. En hún Sigga ætlar að fara yfir þetta allt saman með ykkur. Og ég vil bara áður en hún byrjar að minna á að fundurinn er tekin upp og við erum live á Facebook þannig að það verður hægt að nálgast upplýsingarnar aftur eftir viðburðin og að glærurnar verða líka gerðar aðgengilegar. Þannig þetta verður allt bæði á síðum Rannís og SSNE. En ég ætla ekki að hafa það lengra í bili. Ég ætla bara að bjóða Siggu velkomna og ykkur hinn að setja bara inn spurningarnar í chatið ef einhverjar eru, en svo verður vonandi nógu tími í lokin líka til þess að taka einhverja fyrirspurnir. Gjörðu svo vel, Sigga. Já, takk kærlega fyrir. Bara virkilega gaman að fá að vera með ykkur og í rauninni að bara komast aðeins með svona að fálma aðeins út á landsbyggðina því að það er oft þannig að þegar að svona apparat eru í höfuðborgunum þá verður dálítið mikil aksjón þar en það er gríðarlega mikilvægt og ofboðslega áhugavert að sjá landsbyggðina sem sagt vera með í þessum sjóði sem er í rauninni fyrir alla sjálfsögðu og til þess að efla nýsköpun á Íslandi og ég er óskaplega spennt fyrir að sjá hvort við getum ekki svona reynt að vera aðeins meira við skulum segja víðar og séð okkur sem eina heldur en að vera svona mikið á malbygginu eins og ég segi stundum þegar við erum hérna megin á suðvesturhorninu. Ég heiti Sigga og ég kom inn í, það er akkúrat í dag, ég er búin að vera 1 ár hjá Rannís og ég segi stundum eins og að ég set alltaf eins og fíll í kristalsbúð því að ég kemur allt hverju heldur margir hverjir. Ég er hönnuður og starfaði lengi vel sem hönnuður og er svona, skulum segja, lærði iðnhönnun á sínum tíma en ég, mér var boðið að sitja í fagráði fyrir nokkrum árum og ég hugsaði með mér, þetta er áhugavert, Tækniþróunarsjóður. Er það ekki bara eitthvað svona tæknilegt og eitthvað fyrir kannski ekkert endilega það sem ég er að gera því ég var nú aðalega að tegna húsgögn og mikið í heimilisumhverfinu. En ég vissi í raun ekkert, ég var bara ekki nógu vel upplýst að Tækniþróunarsjóður er í rauninni bara með kolvitlaust nafn. Að hann ætti í rauninni að heita, bíddu nú við, ég ætla nú bara aðeins að fá Akkur vill hann ekki virka hjá mér? Þetta kemur núna. Ætti í rauninni að heita Nýsköpunarsjóður Íslands af því að það eru gríðarlega fjölbreytt verkefni sem í rauninni eru innan þessa boga eða innan þessa skís eða regnhlífar sem Tækniþróunarsjóður er. Og ég bara vil byrja á því að ég sjálf átti að engan veginn á því hvernig Rannís var uppbyggt og hvernig passar Tækniþróunarsjóður þar inn eða er það einhver annar sjóður eða hvernig virkar þetta. Þannig ég ætla bara aðeins að lýsa því hvernig ég kom að þessu og ég get svona rétt ímynda mér að fleiri séu svona áttavildir í þokunni. Þannig að bara til að útskýra það að Rannís er í rauninni, við skulum segja svona eins og hálfgerður rammi utan fullt af sjóðum.
alls konar sjóðum. Það eru sjóðir sem eru, sko, það getur verið eins og þið hafið oft heyrt talað líklega listamannalaun og þið hafið talað mögulega uppbyggingarsjóð og það hljóðritunarsjóður og það bókasafnssjóður og það alls konar sjóðir og þeir eru misstórir, sumir eru bara mjög litlir og í rauninni mjög nettir og svo eru aðrir sem eru mjög stórir og tveir af þessum stóru sjóðum sem eru hérna undir regnhlíf Rannís Tækniþróunarsjóður og svo rannsóknarsjóður. Rannsóknarsjóðurinn tengist mjög mikið þessu háskólasamfélaginu og svona dálítið meira, ég hafði satt að segja ekki heyrt á hann minnst áður en ég byrjaði hér, en Tækniþróunarsjóðurinn þessi sjóður sem í rauninni tilheyrir öllum og öllum atvinnugreinum og á í rauninni að ýta undir nýsköpun, hver sem hún og þetta sjóður sem var í rauninni í eigu atvinnu- og nýsköpunarráðuneytisins en var fóstrað af Rannís því að Rannís í rauninni undir væng menntamálaráðuneytisins en svo reyndar breyttist núna við síðustu hrókeringar og með tilkomi nýs ráðuneytis þá Rannís í rauninni flutt undir heitir ekki hinn, nei það heitir, hinn, Háskóla, iðnaðar og nýsköpunar. Þannig að nú hún Áslaug Arna í rauninni yfirmaður Rannís, þar að segja, eða með ber ábyrgð Rannís og Tækniþróunarsjóður þar undir og nú eru í rauninni sjóðirnir sem tilheyra menntamálaráðuneytinu komnir í fóstur hjá Rannís og svona, þetta eins og ég segi, þetta aldrei flókin mynd þarna bakvið. En við ætlum að tala Tækniþróunarsjóð fyrst og fremst og ég ætla að segja ykkur frá þeim möguleikum sem eru þar innan dyra og ég vonandi og ég vona að ég geti reynt að svona sýna hvaða möguleikar eru þar innan dyra. Enn og aftur, ég verð að segja það og ég sagði það strax þegar ég byrjaði hér, þetta ætti að heita nýsköpunarsjóður því að tækni, þetta þarf ekkert að vera eitthvað tæknibundið eða einhvern veginn tæknilegs eðlis til þess að vera gjaldgengt í sjóðinn. Það ætlum við líka að koma inn á og tala þessi mismunandi verkefni sem eru hérna innan dyra og það allt frá matarþróun eða alls konar appum sem að veita ýmsa þjónustu yfir í alls konar, bara hardware þróun, vélar og einhvers konar apparöt sem að fara að leysa vandamál. Þetta í rauninni bara hugmyndir sem leysa vandamál. Ef það væri hægt að finna gott orð á það, þá það nýja orðið á sjónum. En enn og aftur, ég trúi því að samtal miklu betra en eintal, þannig að það einhverjar spurningar þá endilega réttu upp hendi og við í rauninni bara að tala saman. Draumurinn var að halda vinnustofu fyrir norðan að við gætum hist í raunheimum og gætum svona kastað á milli okkar hugmyndum og spurningum og alls konar hugmynd, við skulum segja bara pælingum. Það gekk ekki alveg nógu vel, ég var mætt út á flugvöll í morgun en það þessi blessaða færið okkar, hún að stríða okkur þessa dagana eins og stundum í mars og febrúar, en við ætlum að fara í gegnum þessa möguleika núna og síðan erum við með, ef þið viljið hittast bara svona one on one eða bara ef þið viljið ræða ykkar mál þá bara að gera að bæði bóka þá bara stuttan fund okkar á milli og Rebekka ætlar að hjálpa okkur með það. Mér nefnilega svo ofboðslega verðmætt að við séum núna að vinna saman í þessu að koma þessum möguleikum, gera þessa möguleika sýnilega. Í staðinn þess að vera með eitthvað eintal frá Reykjavík þá vil ég svo innilega að við tökum höndum saman þróunarfélögin og allir þeir góðu aðilar sem eru út á landsbyggðinni að við reynum að búa okkur til bara þennan samstarfsvettvang í staðinn fyrir að vera bara að ræða möguleikana, heldur við skulum reyna að hittast og skilja og diskutera þá saman. Þannig að við ætlum að vera með svona meira prívat, við skulum ekki prívat en við skulum segja meira svona fundi þar sem við getum rætt, kannski sumir vilja kannski geta alltaf segja frá öllu svona á opnum vettvangi og þá getum við talað það í betra svona næði eftir hádegi í dag og svo það þannig að við erum að koma norður, við lendum hérna að kvöldi 10. mars og við verðum á staðnum 11. mars og ef fólk vill bóka einhvers konar fundi við okkur þar sem við getum rætt saman og við verðum fleiri en ég, við verðum fleiri ráðgjafar, þá að gera nýta það og það ekkert mál að gera það líka í fjarfundi en mikið óskaplega væri gaman að fá líka nokkra á staðinn til að spjalla við okkur.
En við skulum ræða betur þetta eftir. Nú ætlum ég aðeins að fara með ykkur í gegnum það. Í rauninni, eins og ég var að segja við ykkur, hvað þá eiginlega Tækniþróunarsjóður? Hvert hlutverk hans? Og það stendur skýrum stöfum að það að styðja við rannsóknir og þróunarstarf sem miða að nýsköpun í íslensku atvinnulífi. Og þetta bara okkar mantra, við erum að reyna að skapa verðmæti í formi, það geta verið peningar en það geta líka verið störf og það getur verið betra samfélag og það getur verið, bara betra líf eða eitthvað slíkt, það í rauninni verðmætin sem við erum að einblína á og þessi sjóður opinn fyrir nýsköpunarverkefnum úr öllum atvinnuvegum. Það ekki bara að vera einblína á einhvers konar hátækni eða eitthvað slíkt, bara alls ekki. Þannig að við viljum í rauninni bara hafa flóruna og við viljum fá inn sem flesta svo að við séum í rauninni að vinna á sem breiðustum vettvangi. Og þessi sjóður, það oft verið að tala um að þarna sums staðar liggja einhverja milljónir og einhverja 10 milljóna, en þessi sjóður gríðarlega stór. Þið sjáðu að hann hafði 2020, þá hafði hann 2,3 milljarða króna til ráðstöfunar og svo komu stjórnvöld og bættu vel í út af COVID og þar var sett í baukinn aðrar 700 milljónir. Og sem betur fer þetta var nú tímabundið átak en það hefur ekki verið tekið tilbaka en við þurfum að vinna öttulega að því að halda þessum peningum í þessum sjóði því að það svo gríðarlega mikilvægt að þegar fólk að fara af stað með hugmyndir og eru á, skulum segja, í startfasanum að þá bíða ekkert fjárfestar eftir manni strax í byrjun, það kemur seinna, en það svo mikilvægt að vera með fjármagn til þess að nota í þennan byrjanda fasa. Og árið 2021 þá var sjóðurinn komin upp í 3,5 milljarða sem náttúrulega gríðarlegu peningur og árið 2022 þá samkvæmt nýju fjárlögunum þá gert ráð fyrir að sjóðurinn hafi 3,6 milljarða. En þetta í rauninni ég minnir að eftir 2 ár á þetta fara að fasast niður aftur. Þannig að við erum núna að djöflast til að halda þessum fjármunum og viljum halda þeim bara og helst auka við ef eitthvað því að ekki vantar ásóknina í sjóðinn en við viljum reyna að bæta í svo við getum veitt meira því að eins og staðan í dag þá erum við þá nær sjóðurinn að styrkja 15-20% af verkefnum og það svona, við viljum alls ekki fara niður fyrir það hlutfall. Þið sjáu hér bara á myndinni hvernig þetta hefur þróast. Þið sjáu að þetta var nú ekki mikill peningur 2004 en þetta fer hægt og rólega hækkandi og við viljum bara sjá þessa línu vaxa og fara hærra. En þessa mynd, nú veit ég ekki, þetta svo ofsalega lítil textin, ég vonaði séu með stóran skjá svo þið sjáu það eins dreifinguna því að enn og aftur það sko ekki alltaf bara verið það aldeilis ekki bara verið að styrkja tækni þó svo að til dæmis þið sjáu að stærsta súlan hér hagnýting auðlinda lífríkis sjávar og ferskvatns og svo næsta þar heilbrigðistækni og lækningatæki og svo kemur þarna menning, hönnun og afþreying. Þannig að þið sjáu þessi dreifing ansi mikil og hún rokkar dálítið á milli ára. Ég get alveg sagt ykkur þegar ég var að lesa í fagráði, þá var eitthvað sem hét ferðaþjónusta sem núna 4. liðurinn frá vinstri. Þetta var í rauninni það sem kom inn það árið var mjög mikið og hvað varðaði í rauninni alls konar, þarna var ferðaþjónusta náttúrulega bara í botni og allir að byggja hótel og enginn bjóst inn einu COVID-i. Svo í kjölfar COVID þá aftur á móti duttinn fór að vaxa gríðarlega allt sem hafði með heilbrigðis og við skulum segja bara fjarvinna og allt það náttúrulega tók við sér þannig að það var gaman að fylgjast með nýsköpunarumhverfinu hvernig það dansar í takt við í rauninni þá hluti sem að gerast bara í kringum okkur. Þannig að það ekkert alltaf eitthvað eitt sem kemur alltaf inn og svo kemur eitthvað smotteri af einhver öðru. Þetta breytist alveg ótrúlega hvað kemur inn eftir hvað við erum að kljást við. Og það nóg til af hugmyndum, það nóg til af tækifærum sem eftir eru. Ég hlæ alltaf upp á því ég heyri, ekki bara allt komið, erum við ekki bara að finna upp allt. En það bara svo ótrúlega margt eftir og það eru allir hugmyndaríkir, það miklu meira
af hugmyndum þarna úti og það eru allir hugmyndaríki, það ekkert einhver sérvalinn hópur sem að situr á einhverjum hugmyndum, við erum öll með hugmyndir og þær eru bara, við þurfum bara að virkja þær og svo þurfum við bara að vera mjög duglega að hjálpa af stað því að enn og aftur þeir sem að senda hérna inn eru dálítið svona svipuðu ég skil svo vel frumkvöðla að því að frumkvöðlar eru í eðli sínu svo hugmyndaríkir og eru svo dálítið svona vilja gera hlutina hratt og göslast í gegnum skaflana á þess að moka og við þurfum stundum að setja okkur í dálítið margar stellingar og setja mismunandi hatta á okkur, sérstaklega þegar maður er að sækja í þessa sjóði því að það þarf að vera kostnaðaráætlun og það þarf að vera svona viss uppbygging í umsókninni og sem að er mjög mikilvægt að setja staðar því að það eru svona vissa kriteríur sem verið er að mæla. Og þá vil ég bara benda ykkur á að við erum hérna með síman, við erum ekkert mál að bóka hjá okkur ef einhver vill bara rétt svona fara aðeins yfir og segja, ég var að hugsa að leggja áherslu á þetta og er það rétt hjá mér eða er ég kannski á ég frekar að vera meira að tala meira þetta og þetta við erum hér, bara starfsmannaplani til þess að taka móti svona og ég til dæmis átti fund núna með einu teymi og þá var það spurningu nýnæmi, er þetta meira nýnæmi eða er það þetta og það komist að því að hafðu áhersluna á þetta hér en ekki þó þessi bæði mikið nýnæmi þá er annað í miklu meiri samkeppni við hérna aðra í bransanum á meðan hitt, við skulum segja nýnæmi hjá þér er algjörlega uník og er þitt. Þannig að leyfið okkur bara endilega að þið viljið fá ráðgjöf, þið viljið að við komum inn og segjum leiðbeinum ykkur þá er svo lítið mála að bjalli okkur og ef það næst ekki okkur í síma það bara senda okkur tölvupóst. Við erum á heimasíðunni og við skulum bara plinga í ykkur og við getum svo haldið áfram og rætt málin. Það er, eins og ég segi, það er oft þetta svona áherslumunur sem er gott að vita og þá gerum við bara með glöðu geði skulum við hérna diskutera það og endilega þarna dagurinn 11. sem við ætlum að hitta ykkur þá að gera að þá getið þið verið með aðeins nánari spurningar hvort að þið myndu vilja gera svona eða hinsegin þá getum við skoða það svona meira í díteilum heldur en að opna fundi eins og núna. Heyrðu, þarna sjáu þið sem sagt að við erum ansi dreifð og það er mismunandi hvar þessi peningar fara svo sjáu þið þarna lítil frímerki fyrir ofan og ég vil bara benda ykkur á það að það hefur alltaf verið spurt umhverfisþátt, hvort að verkefni hafi áhrif á umhverfið og þetta hefur alltaf verið pínulítið svona, ykkur að segja þá ber okkur að spyrja þennan þátt. Það er í rauninni bara stjórnvaldið sem að vill að við setjum. Það eru sem sagt svona vissi þættir sem koma þarna inn í umsóknirnar sem að eru hreinlega bara bein tilmæli frá ráðuneytum eða stjórnvaldinu og þessi umhverfisþáttur hefur verið inni dálítið lengi þó að vægi hans hefur ekki verið endilega hátt því að í raun á að bara alltaf vera umhverfisvænt í dag. En í dag erum við frekar að spyrja heimsmarkmiðin og það eru þessi litlu frímerki sem við sjáum þarna fyrir ofan, þarna eru nokkur heimsmarkmið sem við höfum svona potað inn í, en í dag er í rauninni þátturinn það búið að breyta þessu úr umhverfisþátti yfir í hefur hugmynd þín einhver áhrif á heimsmarkmiðin og þá er ágætt að taka þau til en þetta er enn og aftur svona þáttur sem að stjórnvaldið vill að við höfum þarna inni þó vægið sé nú ekkert gríðarlega mikið, það er náttúrulega langmesta vægið liggur á nýnæmi og verðmætasköpun. Heyrðu, svo ég drepi ykkur ekki hérna með blaðri, þá ætla ég að halda hérna áfram. Sko þetta kannist eflaust við þeir sem hafi verið að stúdera vöruþróun og þetta er þessi keðja okkar sem að þessi ferð okkar þegar við förum að stað með eitthvað sem í rauninni heitir nýsköpun. Og það er þannig að við erum þá í byrjun, alveg í blábyrjuninni, þá erum við náttúrulega að rannsaka. Og eins og við sjáum uppi þarna efst í kassanum, þar stendur rannsóknarstig. Þannig erum við bara rétt að svona koma okkur af stað og oft verða til margar góðar hugmyndir innan til dæmis háskólana eða í námi og þá þetta er henni fyrsta stigið svona tilheyrir því. Þarna eru ofta fæðast einhverjar uppgötvanir og annað innan í námi og á rannsóknarstigi og við erum með sérflokk sem kallast hagnýtar rannsóknir og við ætlum aðeins að fara dýpra í þá eftir. Það í rauninni er okkar, þar mætum við því fólki með styrkjum sem að tilheyra því umhverfi.
En þegar við förum síðan yfir á, við skulum segja þetta bara almenna svæði þar sem allir eru gjaldgengir og allir geta sótt þá erum við komin hérna yfir í þróunarfasann. Þar erum við með minni styrki, í rauninni bara svona, við skulum segja svona algjöra byrjendastyrki og við flokkum það undir nafninu fræ. Og bara eins og nafnið gefur til kynna, þá eru þetta í rauninni hugmyndir sem eru rétt að svona bara, við erum bara rétt að þreifa okkur áfram með. Og fræið bara ótrúlega svona stutt, mikið styttri umsókn. Þetta opið allt árið, það má fara bara inn á heimasíðuna hjá Rannís og slá inn fræ í leitarvélinni og þá poppar upp sem sagt umsóknarblaðið. Og þá hægt að leggja, það hægt að stofna umsókn og það hægt að í rauninni vinna í henni, það þarf ekkert að senda hana inn fyrir einhvern sérstakann tíma. Fræið í rauninni bara svona þessi styrkur sem getur verið alltaf 2 milljónum og hann alltaf opinn. Svo ætlum við að fara aðeins betur í það á eftir. Þar eftir annað sem heitir sproti. Það fyrir þá sem eru lengra komnir. Oft eru þeir sem hafa prufað og fengið fræ, þeir taka næsta skref inn í sprotan. Þar á eftir erum við síðan með eitthvað sem heitir vöxtur og innan hans eitthvað sem heitir sprettur og svo erum við með markastyrki. En við ætlum að fara í þetta núna í lið fyrir lið. En þið sjáu að þetta tilheyrir allt aldrei svona þroskastigi. Ég segi ofta að rannsóknastigi þá þetta bara ennþá þú ert bara ennþá á fæðingardeildinni, þróunarfasinn eða fræjisbroti, þarna ertu komin í leikskólann. Og svo það vaxtarfasinn, þá ertu nú komin alveg í grunn og jafnvel inn í menntaskóla og svo þegar fótfestan komin þá ertu komin í háskóla. Ef maður bara tekur sem dæmi, bara svona, þetta svona stigvaxandi og maður bætir vissi í hverju þrepi. En ég ætla að fara núna yfir hvern og einn og endilega spyrja þið ef það eitthvað sem ykkur dettur í hug. Þá bara að gera hvort sem rétt upp hendi eða bara tala, það ekkert hér, það allt leyfilegt. Nú, ég nefndi við ykkur þessi hagnýtu rannsóknarverkefni, þau eru kannski minnst svona sýnileg, svona, við skulum segja bara almenningi eða okkur öllum, af því að hér þarf að vera með umsækjandi sem annarkvort háskóli eða opinber rannsóknarstofnun eða opinbert fyrirtæki. Það ekkert að sækja þetta nema það sé með í jöfnunni. Þannig að þetta vel kynnt innan háskólanna og háskólanna á Akureyri til dæmis hefur verið aktífur og svo reyndar eini skólinn sem má sækjum sem það HR fyrirgefiði. Hann í rauninni einkahlutafélag en hann náttúrulega starfar sem háskóli. Nú síðan má Matís eða einhverjar stofnanir sem eru á vegum hins opinbera, þau mega vera sem með umsækjandi en annars ekki, það ekkert að sækja þetta sem í rauninni einstaklingur eða fyrirtæki. Það verður að vera með umsækjandi eins og áður sagði. En þarna einmitt verið að reyna að taka hugmyndavinnu sem til dæmis verður til í námi eða í lokaverkefni eða einhvers konar ritgerð og reyna að sjá hvernig hægt að nýta þetta til þess að það verði að mögulega einhverjum hagnýtum störfum eða einhverjum verðmætum. Og það að gera fyrir þá sem eru tengdir háskóla, háskólaumhverfinu að vita af þessu og við vorum að lengja, það átti í raun að vera núna 28. febrúar, við vorum að lengja til 7. mars eina viku, umsóknarfrestin af því þetta bara einu svona ári, en þið kannski þetta tilheyrir dálítið, eins og sé, dálítið öðru umhverfi, en þetta sem sagt þá 15 milljónir á ári í 3 ár. Þannig að þetta ágætis peningur og getur verið gríðarlega mikilvægt fyrir einhvern sem að kannski kemur dettur niður á einhverja frábæra hugmynd í námi og vill kannski í rauninni starfa við það á næstunni að reyna að koma henni á lappir. En þessi keðja sem við tölum helst og erum svona hvað mest að kynna fyrir almennum markað og almenningi bara yfir höfuð, það þessi kurva hér eða þessi vegferð hér sem í rauninni fræið, sprotin, vöxturinn og markaðurinn. Og ég var að reyna að setja þetta upp svona bara í myndrænt til að maður ímynda sér að maður sé bara með hálfgerðs gróðurhús og svo bara verður maður að byrja náttúrulega á fræjunum og það tekur einhvern tíma fyrir þau að ná bólfestu og fótfestu og vonandi út úr fræjunu kemur sproti og
og svo þegar sprotinn tekur af stað þá vonandi springur hann út í vexti að vöxturinn verður til og svo sjáum við þarna innan gæsalappa stendur sprettur, ég tala hann aðeins á eftir og svo vonandi getum við farið með þetta sem við erum búin að hlúa að og ná fram yfir á markaðinn og geta farið með það og selt það áfram á markað. Svo þannig við ætlum að tala um fræið fyrst. Fræið enn og aftur opið allt árið. Og þannig erum við að reyna að ná til einstaklinga og ungra fyrirtækja en það þarf alls ekki, langflestir eru einstaklingar. Þetta í rauninni fólk sem fær bara brilljant hugmyndir og vill gjarnan svona sjá hvert það geti leitt það. Fólk kannski vinnu og ekki tilbúið kannski að hætta í vinnunni og bara henda sér í þetta. Þannig að þetta svona minni styrkur, þetta svona forkönnuna styrkur. Þannig að það hægt að sækja alltaf 2 milljónum. Og hér ekkert verið að krefjast að fólk leggi annað eins á móti eða eitthvað á móti, heldur þetta bara í rauninni kostnaðaráætlun, af hverju þarf þennan pening og það má vera kostnaðaráætlun allt að 2 milljónum. Og ef fyrirtæki sækjum, þá þurfa þau að vera yngri en 5 ára við lok umsóknarfrestsins. Það reyndar með undantekningum ef að fyrirtæki hafa verið í hvíld, þar að segja ef þau hafa verið ekki aktív sem eitthvað fyrirtæki sem hefur bara verið lagt á ís og það á að sýna fram á það, þá má alveg nota þá fyrirtæki kennitölu. En þarna, annars þetta langflestir einstaklingar sem að sækjum og til dæmis núna var gullleggið, það svona, sem sagt í rauninni svona frumkvöðlakeppni á vegum Icelandic Startups og þeir notuðu tækifærið og létu alla sem lentu í topp 10 í rauninni taka tillit til fræsins og fara eftir leiðbeiningunum og búa til pitch deck sem í rauninni kynning í svona glærukynning af því að þetta opið eins og ég segi 3-4 sinum á ári og þarna þetta svona miklu styttra og aðeins einfaldara heldur en hin næstu stig sem koma á eftir. Ég hvet ykkur eindregið ef þið viljið í rauninni bara svona kanna hugmynd sem þið fáið og sjá hvort það sé möguleiki að vinna í þessu og fá þetta mögulega til þess að verða að viðskiptahugmynd, þá fræið mjög svona góður stökkpallur til að fara inn á og ég hvet ykkur líka bara til að kíkja yfir umsóknina, bara svo þið vitið, það ekkert mál að fara inn og stofna umsókn, það má vera í hvaða flokki sem það enginn sem sér hana og það enginn sem í rauninni neitt að grufla í henni, ekki nema þið sendið hana inn. Þannig að það oft gott að fara bara inn í kerfið og svona bara skoða sig það má bara prófa sig áfram þar og það enginn sem að sér það nema, eins og ég segi, nema að sé sent inn. Nú eftir fræið, segjum nú að fræið gangi vel og það óskaplega gaman að sjá að það töluvert af fólki sem sækir og fær fræ sem síðan ákveður að drífa sig í næsta stig og það sprotinn. Þannig erum við komin inn í aðeins flóknari umsóknir og í rauninni dálítið, þegar maður fer fyrst inn í kerfið þá finnst mann þetta dálítið kínverska og manni finnst þetta dálítið svona, dálítið ekki beint viðmótsþýtt skulum við segja, en það allavega þannig að þegar maður lesi yfir og ég hvet alla sem að fara á annað borð inn í þetta ekki byrja, það ekki séns að byrja kvöldinu áður eða bara, maður þarf að gefa sér tíma, maður þarf að átta sig á hvað verið að spyrja og það ekki alltaf magnið sem skiptir máli, heldur það að gera hnitmiða umsókn, það að þegar fagráðsfólk að lesa yfir þá voða mikið verið að finna það hversu öruggur umsækjandi og hversu hnitmiðuð umsóknin þannig að það ekki alltaf og alls ekki aðalmálið að henda inn fullt af efni og heldur það miklu frekar hvernig efnið unnið og það til dæmis reikna, núna má til dæmis senda inn myndbönd og það má senda inn glærur
glærukynningar og ég hvet ykkur eindregið til að gera það því að fagráðsfólk að lesa yfir margar umsóknir og það til dæmis ein umsókn kannski eitthvað þjónustuapparat á meðan næsta einhverja vél sem á að flagga fisk og svo þriðja eitthvað app sem á skiljið, það svo opaslega mismunandi að þegar fagráðsfólk að lesa yfir þá gríðarlega mikilvægt að þau sjáu fókusinn að þeir sem sækjum eru með sterkan fókus og vita hvað þeir vilja gera og það mikilvægt að ef þið setjum glærukynningu eða myndband þá fær fagráðsfólk mjög oft tilfinninguna fyrir teyminu og hver það sem að kynna og fær svona meiri svona tilfinningu fyrir hver stendur að þessari hugmynd í staðan fyrir að lesa bara texta af blaði. Og það mjög gott að vera ef það einhvers konar viljayfirlýsingar eða það einhver þið að fara í samstarfi eða mögulega einhver sem ætlar að vinna þetta með ykkur að það þarf ekki endilega að vera komin einhver samningur, það mjög oft gott að fá í rauninni bara staðfestingu á að það sé hafið eitthvað samtal. Þetta mikilvægt og mjög gott að vita. En svo við förum aftur á sprotanum. Sprotin sem sagt hérna þetta einstaklingar aftur og ung fyrirtæki, bara líkt og í fræinu, með verkefni á frumstigi. Hérna erum við virkilega, skulum segja þarna ertu komin að allra, þú ert búin að kannski aðeins skanna það hvort að þetta sé viable eða þetta er hugmynd sem að þið viljið fara af stað með, en þetta samt sem að vera á frumstigi. Hérna eru þið komin svona örlítið af stað en í rauninni ekki langt. Fyrirtæki þurfa að vera yngri, þetta sömu reglur, yngri en 5 ára. En hér stuðningurinn komin í alltaf 10 milljónir á ári til alltaf 2 ára. Þannig hér í rauninni erum við komin upp í 20 milljón króna styrk ef svo farið í hámarkið. Og það sem sagt ekki krafist mótframlags. Og hér þarf bara, og enn og aftur, nú fyrir við að koma að þessum, við skulum segja hraðahindrunum sem við þurfum að hafa bara mjög augun alveg galopin fyrir, að hér til dæmis má bara nota 10% af heildarkostnaðinum í markaðsinnviði. Og þetta allt mjög skýrt í reglunum, en reglubókin dálítið löng og það mjög mikilvægt að lesa vel yfir reglunar áður en sendir inn því að ef formkröfur eru ekki uppfylltar, þar að segja til dæmis að umsóknir má ekki vera meira en 20 blaðsíður, það bara einfaldlega þannig, eða verkefnalýsingin, hún má ekki vera meira en 20 blaðsíður og það ótrúlega oft sem að það í rauninni klikkar, allt of oft í rauninni. Þannig að svona hlutir sem að eru skýrir í reglunum bara að gera að lesa það yfir og tékka aftur og aftur og aftur. Sama með á hvaða formati skjöl eiga að vera sendin. Það hefur verið grátlega oft sem að hefur verið seifað á vitlausu formati og það bara mjög mikilvægt og það ástæða fyrir að við tökum hérna fram þetta með markaðsinnviðina. Það mjög eðlilegt að maður byrjar að þróa markaðinn með þegar maður að mynda eða þróa vöru, en í þessu tilfelli af því að sprotin algjörlega fyrir frumstig vöruþróunar, þá má ekki kostnaðurinn fara yfir 10% í þessu stigi hér. Nú, það 2 sinnum á ári hægt að sækja sprota, það 15. mars og 15. september. Nú finnst mér, eru allir vakandi, er ég að drepa alla hérna eða viljið þið spyrja eitthvað af því nú erum við búin að aðeins að renna við fræ og sprota. Þetta eru þið sem þið eruð að fara af stað, eru virkilega bara í rauninni starthólunum og eigið eftir að fara við skulum segja að klífa fyrstu þrepin í vöruþróunarfjallinu. Þetta eru ykkar grúppur. Þetta eru þeir hópar sem að þið viljið þekkja vel til í og enn og aftur að gera ef það einhverjar spurningar. Ef þið viljið líka fá okkur meira með og lóðs ykkur í gegn, þá það bara alveg sjálfsagt. Þetta bara rosa flott hjá þér, Sigga, og það engar hendur á lofti en ég fylgist með því og eins ef það einhverjar spurningar þá getið þið nýtt ykkur spjallrásina á fundinum. En við fylgjumst með þessu og ég skýt inn spurningunum eftir því sem þær koma. Ok, flott gott mál.
Heyrðu, þá segjum nú svo að það ótrúlega gaman að sjá, það eru þarna það bil, já, það geta verið alltaf 20 sprotar sem að ná flugi eftir hvern umsóknarfrest. Það fer dálítið eftir hvernig, já bara eftir, það aldrei gefin tala sem fer áfram í sprota eða öðrum flokkum, það fer bara eftir hvernig verkefnin hversu sterk þau eru. En þau fara mörg hver áfram. Já, fyrirgefiði, nú ég að gleyma hérna. Það er eitt nýtt núna sem að hefur ekki verið, að núna sótt í 2 þrepum í sprota. Þetta alveg nýtt. Þetta að pröfukera núna í fyrsta skipti, því að það kemur það kemur gríðarlegt magn af umsóknum til okkar í sprota og það bara þannig að það eru hluti af þeim nær ekki flugi og við erum alltaf að berjast við að reyna að svara fólki eins fljótt og mögulegt Þannig að nú erum við að reyna að taka þetta dálítið í svona 2 þrepum. Það að segja að vinsa úr þær hugmyndir sem að þykja ekki vænlegar áfram, þá fær fólk að vita það fyrr. Og líka þeir sem að halda áfram, að þá fá þeir líka að vita að þeir eru komin yfir í annað þrep. En ég ætla að sýna ykkur aðeins meira það eftir. Aftur á móti það sem að ég ætla að tala við ykkur núna, það vöxturinn. Og vöxturinn, þetta stærsti styrkurinn okkar. Vöxturinn þannig. Sigga, ég ætla aðeins að stoppa því að nú byrja að koma inn spurningarnar sprotann og það sem nú komið, þannig ég ætla að taka stutta yfirferð á þeim. Það ein spurning hérna á chatinu að reglurnar á vefsíðunni fyrir sprota eru frá 2021. Eru þær ekki ennþá í gildi eða hafa verið einhverjar breytingar? Sko, reglurnar sjálfar eru í rauninni alveg þær sömu. Það ekkert sem breytist hvað varðar kriteríurnar eða það að segja, sko, það ekkert sem breytist. Aftur á móti núna, og það kannski ágætum við förum strax ég reyndar með slæðu yfir líka hérna þessa þrepaskiptingu. Það í rauninni verið að vega og meta nýnæmið fyrst og fremst í fyrsta þrepinu. Og í rauninni beðið nákvæmlega sömu hluti og við höfum verið að biðja svo farið meira í framkvæmdina í seinna þrepi. Þannig að uppbyggingin alveg sú sama og við erum í rauninni ekki að breyta neinu hvað varðar sjálfan útreikningin á vægi, það í rauninni alveg að sama. Þannig að reglurnar eru þær sömu, já. Það bara sama handbók. Flottir, takk fyrir það. Við erum líka að fá hérna inn spurningar á Facebook Live og bara hvetjum alla þar líka til þess að senda inn. Við fylgjumst með báðum. Hér spurning hvort að maður geti fengið, hvort að þið getið lesið yfir umsóknir áður en þær eru sendar inn. Við megum ekki lesa yfir umsóknir af því að þá erum við komin of langt, skulum við segja, í það megum við ekki gera, en við getum algjörlega hitt fólk og ef fólk að spyrja og vill fá vita svona, við skulum segja, álitamál, hvað með þetta, þú veist, við getum ráðurlagt og við höfum til dæmis núna, við byrjum á því núna fyrir það bil hálfu ári síðan að vera með fasta viðveru í Grósku, hérna niður í Vatnsmýrinni. Við sitjum þar inni hjá vísindagörðum og við erum alltaf þar á miðvikudögum og fólk getur komið og hitt okkur þar og við getum alveg eins bóka líka í rauninni netfundi og við ætlum að vera aktífari núna loksins þegar COVID bara vonandi farið eða allavega svona orðið miklu minna heldur en áður var, þá ætlum við líka að vera með miklu meiri viðveru út á landsbyggðinni líka og ætlum að plana fleiri fundi. Það var svona hugmyndin að þessu okkar núna var einmitt það að byggja síðan utan á það og vera miklu meira á staðinum, bæði náttúrulega í raunheimum og svo í netheimum. Þannig að hérna við getum sest niður með ykkur og rætt umsóknar og við getum rætt yfir þeir sem hafa sendt inn áður. Það ekki, við getum talað, við getum farið yfir umsóknina ykkar sem þið fenguð og hvað við teljum kannski að gæti betur farið og við getum líka áður en þið sendið inn ef þið viljið fá sem sagt, ráðgjöf þá það alveg sjálfsagt en við getum ekki lesið yfir þar svona eins og yfirlestur eins og við skiljum það. Og þegar þú ert að tala umsögnina þá ert að tala þá endurgjöf sem að fólk fær ef að það hefur sótt áður og ekki fengið. Er það ekki rétt? Já,
Það akkurat það sem ég að segja. Þannig að það einmitt mjög, og eitt sem ég vil endilega taka fram, eins og ég segi, ég satt sjálf í fagráði og það er ótrúlega gaman að fá inn umsóknir aftur, segjum sem svo að það eru umsókn sem að hefur fengið vissa umsögn og svona feedback að það væri kannski gott að skerpa á þessu og það vantar örlítið þarna upplýsingar og þetta, að fá aftur inn umsókn með endurbótum, það er bara mjög jákvætt og mjög skemmtilegt og það er alls ekki að skemma fyrir. Fólk telur stundum, já, ég er búin að senda inn einu sinni, þetta flaug ekki þá, það flýgur ekkert núna frekar, en það er akkurat ekki þannig. Það er einmitt mjög jákvætt að fá inn aftur og þegar búið er og þegar maður sér, og það er oft sem að umræðurnar verða mjög skemmtilegar því þá er kannski einhver annar búin að lesa í fyrra skiptið og það er bara mjög gott. Og þannig að að gera þið verið líka að hafa því í huga að stundum tímabil þá kemur inn bara fjöldin allur og það koma alltaf inn góðar, en það er mismikið af góðum umsóknum. Þannig að það getur verið, það er að gera að senda aftur inn, að þó að maður fái neitun, það getur líka hreinlega bara verið út af því að í það skipti voru svo ofboðslega mikið af bara mjög góðum umsóknum að það getur vel verið að það fari inn á næsta. Þetta fer dálítið eftir, tímabilinu eru dálítið mismunandi, stundum á vorin eða haustin þá eru oft krakkar sem eru kannski að koma úr skóla og námi og eru að senda inn kannski mjög sterkar hugmyndir og kannski næsta tímabil er ekki eins sterkt. Þannig að það er styrkleika munur á tímabilum líka. Flott, takk fyrir. Svo ætla ég líka bara kannski skjóta því að við hérna hjá SSNE og í landshlutasamtökunum all land þá eru líka ráðgjafar sem að geta hjálpa til og lesið yfir umsóknir með ykkur þó að ráðgjafar rannís megið ekki. Og við bjóðum upp á víðtæka umsóknar skrifa ráðgjöf og aðstoð hérna hjá SSNE. En næsta spurning er getur maður sótt í sprota þó þú sért ekki búin að skila lokaskýrslunni vegna verkefni sem fékk styrk úr fræ? Já, það í rauninni hægt, því að það algjörlega alveg sjálfsagt, því að í rauninni það sem tekur við núna, að þú sendir inn fyrir 15. mars og þá tekur við alltaf 3 mánuðir í yfirlestrar tímabil. Svo eitt sem gott fyrir ykkur líka að vita, að segjum sem svo að við komandi fái sprota, þá þýðir það að við þá sendum út í rauninni fundarboð samningsfund. Það ekki eins og þú bara, segjum að þú fáir já í sprotanum, að þá bara það klunga inn einhverja milljónir inn á reikningin. Það ekki alveg þannig þó það röskandi. Þá í rauninni virkar það þannig að þá ertu viðkomandi kallar á fund til okkar og þá setjumst við niður og við förum yfir umsóknina og hvernig þetta var og þá bara förum við aðeins yfir þætti og í rauninni ef allt bara eins og það á að vera og engin vafamál, þá verður skrifaður í rauninni samningur. Og þetta gott fyrir þá að vita til dæmis sem sækjum í sprota, sem eru kannski ekki komnir með fyrirtæki, eru í rauninni einstaklingar, það er mjög algeng spurning, að þá segir, heyrðu bara, fæ ég þetta bara á mig og er ég bara að fara að borga heilmikið skatt og þá segir við, nei, við gefum öllum tækifæri á að bara, og fólk getur meira segja flutt í rauninni verkefnisbyrjunina einhverja mánuði ef fólk vill, því að oft á tíðum er fólk kannski í starfi og svo segjum að það fái sprota og þá hugsar það, heyrðu, ég get bara í rauninni hætt í mínu starfi og farið að vinna við þetta og þá þarf kannski viðkomandi að vinna einhvern uppsagnarfrest og þú veist, það alls konar. Þannig að samningurinn, hann skrifaður í rauninni bara þegar hentar verkefnastjóranum, það náttúrulega ekki hægt að flytja hann endalaust fram, en það hægt að flytja hann einhvern tíma og líka til þess ef að fólk vill þá mögulega stofna fyrirtæki og skrá þá styrkin á fyrirtæki en ekki persónulega á sig. Þannig að það alveg góðu tími, þannig að þó að það sé ekki búið að skila inn lokaskýrslu í fræinu, það mun alveg gerast á þessu tímabili, þannig að það stendur alls ekki vegi fyrir því að sækja sprotana. Flott, gott að vita, takk fyrir það. Og svo af því þú varst þarna áðan að tala þær skilyrðingar í
fræinu og sprota 10% af heildarkostnaði mætti fara í markaðsinnviði. Geturðu gefið okkur aðeins betri útskýringar eða skilgreiningu á hvað fellur undir markaðsinnviði? Já, sko, það í rauninni, málið að það sko, það eru strangar, sko, bara til að útskýra líka af hverju sumir svona liðir detta upp, að það eru í rauninni bakgrunnurinn í þessu styrkjakerfi í rauninni reglur Evrópusambandsins og þar strangt tekið til að það eru sérstaklega með markaðsstyrki, þar eru mjög strangar kríteríur af því að oft við búum hérna á eyju í Atlantshafinu, lengst í burtu frá öllu. Þannig að það meiri skilningur að við þurfum að vinna sko á öðru vísi með markaðsmál miðað við til dæmis fólk sem eða fyrirtæki eða einstaklingar sem eru bara í Evrópu og eiga auðvelt með að nálgast markaði og þurfum ekki að hoppa upp í flugvél í hver skipti sem að það á að fara á sýningu eða eitthvað slíkt. Þannig að við erum dálítið í sérstöðu þar, en þannig að við leyfum í rauninni vissa markaðs þáttöku, en það bara að mjög litlu leyti. Og í sprotanum það einungis 10% og það til dæmis að taka þátt í einhvers konar markaðsinnviðir náttúrulega mjög stórt orð, en það hefur verið algjörlega blátt bann til dæmis núna við til dæmis nokkurs konar birtingakostnaði eða markaðs svona vinnu, það mátti bara ekki, það á ekki að vera, þetta á að vera þróunarvinna, þetta á ekki að vera í rauninni markaðssetning á nokkurn hátt. Og stundum kemur inn í umsóknum að til dæmis að það eigi að fara í einhvers konar, tökum sem dæmi, vefsíða. Vefsíða, ef það í rauninni partur af þróun vörunar, segjum að það verið að þróa einhvers konar þjónustu og partur af þeirri þjónustu vefsíðan, það bara partur af vörunni. Það að segja að þú getur ekki nota vöruna nema vefsíðan sé til staðar. Það að segja að þú átt kannski að fylla inn eða gera einhvers konar í rauninu update eða skilur þú varan hreinlega bara virkar ekki nema vefsíðan sé til staðar. Þá það bara hluti af vörunni. En ef það verið að gera vefsíðu til að selja vöruna, það að segja bara svona sölusíða, þá það ekki í lagi. Það bara markaðsinnviði, eða þá ertu bara komin út í markaðssetningu. Bara svona til að taka eitt gróft dæmi. Þannig að þetta má líka, það má bara hringja og spyrja, nú ég með þennan þátt hér, má flokkast það sem markaðsinnviður? Það bara allt í lagi að spyrja svona spurninga. Þannig að ef það einhver vafaatriði þar og ef þið náið ekki í okkur síma, þá hendið á okkur bara tölvupósti og fyrir seinna, ekki eins og stundum gerist, bara korter í 3 á þann 15. Það ekki, þá bara allt, þá logar allt hérna. Og ég myndi allt, ég segi svo ógeðslega oft, ímyndið ykkur að 14. mars sé 15. mars. Bara gerið allt sólarhring fyrr. Þannig að þá getið þið alltaf haft upp á hlaupa ef eitthvað klikkar eða eitthvað, þú veist, bara ekki gera. Við erum svo ofboðslega gjörn á að gera allt á síðustu stundu. Þannig að það mikilvægt að skilja þennan mun og passa sig á þessu, ekki koma með, ekki ráða einhvern markaðsstjóra, segja það sé 25% sem þú sért í vexti og þú ert að ráða einhvern markaðsstjóra og 25% styrkinum ætti að fara til hans og það bara nei, því að það má ekki fara nema 20%. Þannig að það svona, þetta eru hlutir sem að bara ber að hafa svona að fylgjast með, því að enn og aftur þetta mikið, þetta kemur upprunalega frá, eins og ég segi, nú erum við partur af stærra samhengi og það verður að fylgja vissum alþjóðlegum reglum í þessu. En ef við höldum á, eru fleiri spurningar eða? Nei, ég ætlaði bara einmitt að nefna það að bara svona með tilliti til tímans þá held ég við tökum ekki inn fleiri spurningar akkurat í bili en sendið þær áfram á okkur og við skal reyna að vera snögg yfir restina. Fleiri. Já. Ok, flott. Heyrðu, það sem sagt vöxturinn okkar stærsti styrkur, þetta alveg 50 milljónir, þetta eru sem sagt 25 milljónir upp að því, það náttúrulega, fólk verður náttúrulega komið kostnaðaráætlun sem að gerir ráð fyrir en það nú langflestir sem fara alveg upp í það. Þetta eru 2 ár sem sagt og þarna aftur á móti farið að krefjast mótframlags á móti styrknum. Þannig að það fer dálítið eftir hversu stórt fyrirtækið en við erum nú langflest fyrirtækin hér á Íslandi eru lítilega meðalstór og það einmitt það sem í rauninni gjaldgengt hér. Það í rauninni þetta, þegar þú ert komin upp í stór þá eru orðin
gríðarlega stór og við þurfum yfirleitt ekki það þó alveg fyrirtæki sem reyna að sækjum og það hefur gerst að það styrkur hefur þurft að ganga tilbaka einfaldlega því að fyrirtæki eru of stór en þetta stendur einmitt í reglunum, það bara einfalda reikningsregla og fer eftir ársreikningi og stærð og fjölda starfsmanna. En hér má sem sagt hér þarf fólk eða umsækjandi að koma með mótframlag og það má að sjálfsögðu vera vinnuframlag og það má vera, það ekki endilega verið að búast við því að fólk sitji með 50 milljón krónur inn á bankabók, heldur þetta alls konar í rauninni þættir sem hægt að leggja á móti. Og það má líka hringja í okkur ef það einhverju spurning það, en það mjög algeng spurning, má setja vinnuframlag sem mótframlag og það má að sjálfsögðu. Nú hér eins og ég segi markaðsvinnuvirnir komnir upp í 20% og þið trúi ekki hversu oft þetta 10% í sprotanum og 20% í vextinum, hversu oft þetta veldur því að umsókn falli. Þannig að hafið þetta í huga. Nú vöxturinn er náttúrulega stærstu styrkirnir okkar og það meiri segja hægt að fá ábót á hann og það gert með því að haka í, bara þetta semst í rauninni í umsókninni, vaxtarumsókninni, það spurning sem segir viljið þið sækja sprett og spretturinn í rauninni bara svona, já, ég vil kalla það add-on eða þetta rauninni bara ábót ofan á vöxtinn. Þetta þegar að fyrirtæki eru í gríðarlegum spreng, eru bara kannski að vaxa ofboðslega hratt og þurfa bara mun meira fjármagn til þess að ná að springa út og ná því, bara ná að halda í við sína þróun og sitt, já, bara að springa út. Og þá bætist ofan á vöxtinn í rauninni 10 milljónir, þar að segja að þá verður uppgreitast vöxturinn upp í sprett og þá þetta 35 milljón krónum á ári til 2 ára. Þannig að þetta sumir halda að þetta sé einhver annar styrkur en þetta í rauninni bara búst innan vaxtarins og oft kallaður öndvegisstyrkur af okkur hér. Nú það hefur ekki verið, sprettur hefur ekki verið veittur í nokkur skipti en það að gera ef að tímalínan viðkvæm og samkeppnin mikil og ef að þetta þykir tilefni til þá að gera haka í sprettin og þá það stjórn sjóðsins sem tekur sérstaklega afstöðu til þess hvort að það sé veitt eða ekki. Og hér hækka líka markaðsvinnuvirnir upp í 25% og já, þetta gert í gegnum vaxtarumsóknina. Þannig að það ekki hægt að fara inn í eitthvað sem heitir sprettur umsókn, heldur það vöxturinn og svo hakað við þetta þar. All right. Svo það með markaðinn. Þetta í rauninni, nú erum við líka að breyta aðeins hér, en bara svo það sé sagt í byrjun, markaðurinn, þetta í rauninni þessi styrkur sem að við viljum efla og viljum benda mörgum á því að markastyrkur gengur út á náttúrulega að koma vörunni síðans á markað og að nálgast í rauninni það ekki nóg að þróa heimsins bestu vöru og vera með hana tilbúna, hún þarf náttúrulega að ná líka til kúnnans. Og það sem við gerðum núna, við erum í rauninni búin að splitta markanum upp í markaðsþróun og svo markaðssókn. Og ég vil benda ykkur á það myndband á heimasíðunni okkar núna, ef þið farið inn í, það reyndar, ég held að þessi komið upp núna, en þar mun þetta útskýrast mun betur, en það í rauninni gengur út á að stundum þarf maður að hugsa markaðshlutann miklu fyrr og byrja strax, í rauninni þarf það alltaf, en það mun mikilvægara í sumum tilfellum. Ef maður tekur sem dæmi, ef einhver að þróa einhverja tækni eða einhvern hlut inn í annan hlut sem síðan annar aðili tekur. Nú, ég ætla að taka sem dæmi, segjum að þú sért að búa til sæti fyrir báta og þú ert í raun að búa til sjálfa fjöðrunina og mekanisman í sætinu. Þessi tækni munt þú síðan selja til einhvers bátaframleiðanda sem síðan að selja sinn
bát en ekki endilega mekanisman inn í sætinu. Og þá í dag, eins og reglurnar hafa verið, þá hefur ekki verið hægt eða þá hefur verið það hefur verið allt á hraðahindrun sem segir að vöruþróun ekki lokið, en í rauninni vöruþróunin lokið af hendi þess sem að gera tæknina fyrir þetta sæti og hann í rauninni að selja sína þróun til annars sem að síðan fullklárar hana. Með því að núna splitta þessu í markaðsþróun og markaðssókn, þá getum við búið til þetta núna að þeir sem eru í rauninni að búa til einhvers konar vöruþróun sem fer síðan áfram til annars, nú geta þeir sótt í markaðsþróun, einnig þeir sem að vilja bara nálgast markaðinn miklu fyrr og mynda sambönd miklu fyrr í þróunarferlinu, á meðan markaðssóknin gagngert og mikið til hugsuð fyrir þá sem eru bara búin að ákveða, við erum hérna með vöru, við viljum fara inn í Þýskaland sem dæmi eða við viljum fara inn á Kínamarkað, við viljum fara að heimsækja þessa sýningu, við viljum taka það svona öðruvísi í rauninni nálgun og ég hvet ykkur til að skoða þetta tvennt, það líka hægt að sækja báða, hvoru tveggja eru 10 milljónir til 1 árs. Og hér líka talað mótframlag en þá vil ég benda ykkur á það gilda sömu reglur hér að sjálfsögðu vinnuframlag og alls konar, ég skulum segja kostnar hlutir, það má telja það til, það ekki endilega bara fjármagn. Já, svo þetta eru þessir 4 flokkar, ég tala alveg ótrúlega mikið, þið með endilega bara pikka í mig ef ég já, nú sem sagt, ef ég fer yfir strikið, en hér sem sagt markaðsþróun annars vegar og hins vegar markaðssókn og ég vona ég hafi útskýrt aðeins betur hvað felst í hverju, en þetta samt sem áður sama upphæð og það ekkert mál að fólk má líka sækja margir sem spyrja mitt, má ég sækja sprota og markaðssókn til dæmis eða markaðsþróun fyrir ekki og það að sjálfsögðu hægt, en bara svo þið vitið að þá af því þetta eru opinberir peningar, þá oft þannig að stjórnin velur að styrkja annað hvort. Það náttúrulega undir stjórn komið, hvort að, þú veist, hvernig úthlutað þó að fagráð í rauninni lesi yfir, en bara svo þið vitið að þá yfirleitt tekin, þá fær viðkomandi hærri styrkin, en kannski lægri styrkurinn fellur niður bara af því að aftur þetta takmarkaður peningur og það við erum að reyna að styrkja sem flesta. Þannig að svona lítur þetta aldrei út hjá okkur. Við erum að reyna að búa til svona gróðurhús hugmynda. Það sem sagt, þetta svona helstu sjóðirnir sem við svona bendum öllum á. Svo erum við með fleiri líka stuðningshluti eins og til dæmis einkaleyfastyrkina. Það hægt að sækja einkaleyfastyrki og það má vera í rauninni það bæði til innlendrar skulum við segja verndar og svo erlendrar. Við tökum sem sagt 50% af þeim kostnaði, þetta líka opið allt árið og má alltaf sækjum. Hafið þetta í huga því að það síður en svo minna mikilvægt í dag að vernda hugverk. Það mjög mikilvægt að hafa það alltaf í huga. Og þetta hægt að sækjum eins og segja allt árið. Enn og aftur, svona lítur þetta út, þið sjáðu einkaleyfastyrkirnir eru í rauninni opin, sem sagt, eru alltaf og í rauninni gildir alla keðjuna, hvort sem bara á frumstigi eða fyrir lengra komna og ég vona að þið svona hangi með í þessari mynd hérna núna. Nú, hérna, hvernig gengur þetta fyrir sig? Við erum með 50 fagráðsmenn, fólk af öllum tegundum sem sagt úr atvinnulífinu. Það getur verið mjög erfitt stundum að finna fagráðsmenn því að við þurfum að geta hlutleysis og við látum alla merkja við ef þeir eru vanhæfir og við erum líka, við röðum umsóknum, við passum upp á það að það megi ekki lesa einhver sem kannski mögulega samkeppnisaðili eða í svipum geira eða bara og svo má náttúrulega alls ekki vera fjölskyldumeðlimir eða neitt slíkt og þetta bara þess vegna tekur nú dálítinn tíma hjá okkur að raða umsóknum á fagráð. Nú af þessum hóp þá lesa 3 aðilar hverja umsókn og þeir lesa það þannig að enginn þeirra sér hvað hinn gefur fyrr en allir eru búin að lesa og svo einn af þessum fagráðsmönnum í rauninni ritstjóri og sér til þess að það sé gerð umsögn
og svona stýrir dálítið svona ritstjórninni á þeirri umsókn. Við erum hér starfsmenn á plani, við erum 4 hérna hjá sjóðnum og erum búin að mæta ykkur eins mikið og við mögulega getum, og svo hann Ágúst þarna yfirmaður alþjóða- og nýsköpunarsviðs sem einnig líka þið hafið mögulega séð einhver staðar í tengingu við sjóðinn. Nú ætla ég aðeins að fjalla örlítið stutt sem sagt sprotann sem ég sagði við ykkur að væri núna að skiptast. Áður var þetta svona að við vorum með sem sagt bara gríðarlega mikið magn umsókna og það fór allt í matsferli og svo bara þaðan í úthlutun, en núna ætlum við að reyna að svona trappa þetta niður. Þannig að það fer í umsókn 1 fer inn og fer þaðan í mat 1 og svo þeir sem að komast þar í gegn fara og klára að fylla út umsókn. Semst annan hlutan, það má gera þetta allt saman í einu ef að fólk vill, en í rauninni ekki litið á seinni hlutan fyrr en í seinna þrepinu. Og svo í rauninni fer það í mat og síðan fer það í úthlutun og svo erum við búin að taka upp á því að vera með svona eftirfylgnis prógram, svo við getum sagt. Við fórum í samstarfið Icelandic Startups, en svo við klárum þetta með tveggja þrepa kerfið. Nei, hérna ætla ég að segja. Þá sem sagt fyrsta þrepið í rauninni hálfgjört forval og hér eru valin frambærilegustu verkefni þar sem nýnæmi í fókus, svo verðmætasköpun. En þetta í rauninni fyrst og fremst og ég ítrekaði við ykkur, það í rauninni nýnæmið, hversu ný hugmyndin sem þið eru að í rauninni bera á borð og hvernig hún þá í samanburði við það sem fyrir hvernig lítur markaðurinn út, þetta einhver vara sem að fara í beina samkeppni við á mjög sterku markaði eða þetta vara sem að þykir algjörlega sér á báti og þá þarf ekki allt endilega öll varan heldur að kannski þetta breyting á vöru sem gerir gæfumuninn að gæti orðið mikil og vinsæl. Og svo annað þrepið, það þá í rauninni meira svona leiðin á markaðinn og þarna verið að meta þekking og bolmagn verkefnisaðila og þarna verið að rýna í tíma og kostnaðaráætlun og gildi samstarfs, þannig að þetta í rauninni, þetta svona í grófum dráttum, þannig að hér nýnæmi, hér það fyrsta þrepi sem að skiptir miklu máli. Við tölum eftirfylgnina sem ég myndist á við ykkur og það komið af stað og það í rauninni prógram sem við vinnum með Icelandic Startups og svona í rauninni mentorsprógrams, þarna fá þeir sem fá sprota, þeir fá þarna sem sagt mentora til að fylgja sér úr garði, hjálp við að sjá hvernig á ég nú er ég allt í einu komin með bara peninga, hvernig á ég eiginlega að eyða þeim, sumir eru mjög ákveðnir og vita bara nákvæmlega hvað þeir vilja gera, en aðrir eru bara dálítið svona tvístígandi, á ég að fara að ráða manneskju eða á ég að fara að kaupa vinnu, hvað þarf ég að hugsa upp á að vera með allt á hreinu varðandi bókhald og annað og hvað þarf ég að hugsa þegar að ég hendi mér af stað. Þannig að þetta allt saman svona, þetta hefur gefið góða raun og við vorum að klára núna annað skipti sem við tókum sem sagt inn fólk úr sprota og þetta að gefa mjög góða raun og það allir mjög ánægðir með þetta. Þannig að við erum svona að reyna líka þarna að styðja við eins mikið og við getum og vonandi förum við að fara að útvíkka þetta ennþá meira og hafa meiri stuðning og meiri tengingu við þá sem bæði sækjum og við viljum meira sem við varum svo mikið til í líka ég vil að reyna að opna þetta ennþá meira þannig að þeir sem reyndar fá ekki kannski styrkin geta mögulega fylgst með fyrirlestrunum og annað slíkt, þannig að þetta allt í mótun hjá okkur. Og hér ætla ég að sýna ykkur nokkuð dæmi bara fyrirtæki sem hafa farið í gegnum þennan stiga og þetta hún Eydís. Hún Eydís í rauninni frumkvöðl og okkar svona þekktasta, hún þekkir allt varðandi, hún held ég að mig minnir landfræðingur og svo tók hún einhvern master í umhverfisfræði og hún að leiða fólk út alla trissur í fjörur landsins og að bera út fagnaðarerindið þarann okkar. Og hún í rauninni með sitt litla fyrirtæki sem hún reyndar þurft að setja aðeins á ís, þar að segja hún var að þróa í rauninni húð og hárvörur úr þara. Hún gaf út þessa bók sem heitir Íslenskir matþörungar og bara ótrúlega klappstýra þörunga og okkar mesti þekkingar aðili í því.
og hún er með lítið fyrirtæki, það er einnig hún sjálf og hún fær fræ hérna 2016, svo fór hún í sprotann 2017 og 2018 og hún situr í rauninni í fagráði hjá okkur í dag og er búin að skrifa margar umsóknirnar. Hennar fyrirtæki enn og aftur, hún er í rauninni einyrki, þau eru nokkur samanrendar sem gerðu bókina og hennar fyrsta vara átti að vera flugvélamaski og hann átti að henda honum í loftið bara líka við mánuði fyrir COVID sem var náttúrulega ekki besta mómentið, þannig að hún hefur þurft að, og þetta bara umhverfi frumkvöðulsins því miður þannig að þannig svona þetta bara, þetta gengur upp og niður. Hún býr á Reykjanesinu og er sem sagt að vinna í sínu og hefur verið mjög öflug í þessu starfi. Nú annað fyrirtæki sem hefur líka farið sömu vegferð og við erum búin að ræða, það Myrkur Games. Þetta fyrirtæki sem statt hérna út á Granda og þau fóru í fræið 2017. Nú sjáum við þarna mynd af, hvað eru þau þarna, 16. Þau eru komin yfir 30 í dag og alveg gríðarlegu vöxtur hjá þeim. Þau eru bara að springa út á mettíma. Þarna þegar fræið kom, þá voru þeir bara 3 strákar nýútskrifaðir úr HR í tölvunarfræði sem ákvaðu að þeir gerðu eitthvað verkefni í skólanum og ákvaðu að henda í eina fræumsókn. Og eins og ég segi, nú er þetta orðið 30 manna fyrirtæki og gott betur og þeir eru að taka upp hérna tölvuleik sem svona byggð hálfgerð kvikmynd eða svona, þannig að þetta þykir og tölvuleikurinn ekki eins og komin út en þeir eru full fjármagnaðir, það er alveg magnað að fylgjast með. Þeir fengu sprotann 2018 og svo fóru þeir í vöxtinn 2020. Þannig að þetta hefur hjálpað eins og hann sá sem í forsvari fyrir hann segir að það hefði bara aldrei tekist, hefði ekki þetta trampólín verið til staðar að fá þennan stuðning, þá hefði þetta aldrei náð þessu flugi sem það er á í dag. Nú annað sem heitir Saga Natura, þetta fyrirtæki sem í rauninni er reyndar samsett úr 2, ef ég man rétt, eitt hét held ég Saga og hitt var eitthvað annað og svo, þetta stendur nú bara hérna, Saga Medica hérna og svo var það Kínatúra og svo fóru þau saman voru þau saminuð. En þetta fyrirtæki fékk sprota 2014, vöxtinn 2017 og svo fóru þau í markastyrk 2018 og þetta við eigum fjöldan allan af svona og sum vaksa og verða gríðarlega stór og sum eru ekki endilega neitt sérlega stór en það er líka bara allt í góðu lagi. Við þurfum að eiga alls konar, það er ekki allir að enda sem Marel, ekki alveg þó að Marel sé mjög flott fyrirtæki og allt það, en þá erum við ekki alltaf það þarf ekki alltaf að hugsa að þetta endi í einhverju stærðarskala. Nú Solid Clouds er annað tölvufyrirtæki sem líka einmitt hefur verið ótrúleg atorkan og bara krafturinn í þeim og eru núna komin bara á markað. Þau fengu sprota 2014, vöxt 2015 og 2017 og svo fóru þau í markaðinn bæði 15 og 18. Þannig að þið sjáu það líka fyrirtæki að hafa fengið aftur og aftur. Og það er ekkert mál að sækjum og það er ekki að skemma neitt. Það er alltaf annað fólk sem til dæmis, það er ekki sama fagráð sem les sprotann og sem les vöxtinn og sem les markaðinn. Og ekki heldur fræið. Þetta er ekki sömu manneskjurnar, bara svo það sé sagt. Og svo er hérna fyrirtæki sem er gríðarlega smart sem að mig langar aðeins tala, kannist kannski við, það er Nox Medical. Mjög bara flott fyrirtæki sem að er bara búið að skapa fullt af störfum og verðmætin þar er ekki einungis bara í krónutalið heldur líka bara bættur svefn og bætt heilsa fyrir alla. En og mér langar dálítið að segja ykkur frá því, þeir fengu sprotann hérna 2006 og 2009. Þá voru þetta náttúrulega bara nokkrir aðilar að reyna að komast af stað með góða hugmynd. Svo fá þeir vöxtinn 2010 og 2011 og svo fara þeir í markaðinn 2009 og svo fengu þeir líka seinna meir, sem sagt fyrirgefið þið, ég ætla aðeins að sýna ykkur nefnilega því að þeir fengu svo annan vaxtarstyrk núna fyrir
Já, hvað, ætli sé ekki, þetta var bara núna fyrir ári síðan sem að þeir voru komnir, af því að málið það sko, fólk heldur stundum að fyrirtæki sé að sækjum, vissulega fyrirtækið að sækjum, en það alltaf verið að sækjum fyrir verkefni. Og eins og í þeirra tilfelli, þeir sækjum í byrjun fyrir, við skulum segja, kannski emblunni, sem var kannski eða eitt af þessum apparatum sem þú voru með, svo kannski næsta eftir 2-3 ár geta þær sótt annað verkefni sem kannski heyrnartól eða eitthvað slíkt, þannig að fyrirtæki getur sótt aftur og aftur. Það ekkert bara eitt skot og þeir fá bara einu sinni styrk því að það getur verið fyrir mismunandi vörum. Þannig að því að fyrirtækin eru líka að þróast. Og það sem ég langar að sýna ykkur núna, og ég ætla aðeins að koma inn á, svo ætla ég að stoppa, ég ætla ekki að fara eins djúpt í það sem ég ræði við ykkur núna næst, af því að við ætlum bara að hafa tíma fyrir spurningar. Það nefnilega komið eitt sem heitir skattafrádráttur. Og þið hafið eflaust heyrt dálítið í svona umræðinni og við teljum það vera í rauninni svona loka þáttinn til að svona ramma inn þessa vegferð, þetta þróunarferli, því að til þess að þróun heldur alltaf áfram. Vöruþróun aldrei, hún stoppar aldrei. Þó að við séum búin að þróa einhverja vöru, þá verður það alltaf að vera á tánum og í rauninni endurhannana og bætana og betrumbætana og gera hana betru og svo kannski tekur einhver önnur vara við að því. En við skulum segja þarna eftir þessa nýsköpunarkeðju þá fólk komið með fótfestu, en til að viðhalda það sem mikið þróun og vöruþróun og rannsóknir haldi áfram, þá hefur ríki boðið upp á það að fá endurgreiðslu frá skatti. Og út af hvað gengur þessi skattafrádráttur? Og hann eins og hérna, hjá Nox Medical, hér kikkar inn hjá þeim skattafrádrátturinn, því að þeir eru orðnir þroskaðir, skulum við segja. Þeir eru orðnir það stöndigir að þeir fengu vaxtarstyrk núna fyrir 2 árum síðan og í fyrra þá komu þeir og skiluðu helmingnum af vaxtarstyrknum og sögðu bara, veistu það, við erum bara orðnir stórir, við erum bara orðnir fullorðnir og við erum að fá það mikið út úr skattafrádrættinum að nú ætlum við bara að skila í kassan aftur. Og mér finnst svo gaman að segja frá sig, því þetta í rauninni, þeir eru til dæmis ekki að sækja einhver styrk í dag og myndi ekki sækja aftur, það bara á meðan þeir eru að koma sér af stað, þá þarf þetta umhverfi og til þess það. En skattafrádrátturinn, það í rauninni, þetta fyrir fyrirtæki sem eru eigendur rannsókna og þróunarverkefna og þarna í rauninni, þarna ríkið og bara og atvinnulífið, þarna erum við að reyna að þrýsta á að ekki hætta að rannsaka og þróa. Það svo mikilvægt að það haldi sér alltaf í aktífu og núna eins og hefur verið, svo kemur heljarinnar útskýring á því hvað rannsóknir og hvað þróun, þetta finnst allt í handbókinni hjá okkur, en það í rauninni, þetta dálítið löng og kannski óþarflega flókin kynning, en mér langar bara að benda ykkur á það því að þeir sem eru í rannsóknum og þróun, þeir hafa rétt á því að sækja skattafrádrátt og það getur verið allt að, hérna sjáu þið bara heimasíðuna þar sem þið getur farið inn og þetta í rauninni bara sjóðir atvinnulíf og svo skattafrádráttur og það nefnilega þannig að núna eins og hefur verið síðastliðið ár, þá hafa fyrirtæki verið að fá 35% af þeim kostnaði sem að fyrirtæki að hafa veitt eða notað í rannsóknir og þróun, það hefur verið að greiða 35% af þeim kostnaði tilbaka í formi skattaafslátts eða skatta í rauninni endurgreiðslu, það betra orðið við það. En og aftur, nú ég búin að tala og þið eru örugglega farin að sofna mörg hver við tækið eða við þannig að ég ætla bara aðeins að eigum við ekki kannski að nota síðustu 14 mínútnar fyrir spurninga. Hvað segir það, Rebekka? Jú, endilega og bara haldið áfram að senda þér inn. Einhverjar spurningar eru þess eðlis að það eru kannski betur til þess fallnar að taka í einkaráðgjöfinni og ég vil bara nefna það að við eigum ennþá 2 slott eftir í dag og svo aftur 11. mars líka. Þannig að endilega sendið á mig post ef þið viljið koma að stað hjá Siggu í dag eða 11. En ég vil kannski... Ég verð að segja að 15:30 til 4 því miður, það var frátekið. Það var ekki, það var í gegnum, það bara datt inn hjá mér, því miður verða, en annars ekkert mál og ég get verið lengur í dag, ég get alveg verið það bara eins lengi og fólk vill og eins og krafist
Frábært. Svona bókuð þið fram eftir kvöldinu. Já. Nei, það er alveg, já, það er alveg 2-3 slott þá ennþá eftir, þannig að látið mig vita. En mér langaði kannski líka bara örlítið af því að hérna það er ekki margar hendur á lofti að nefna af hverju við fórum út í að setja upp þennan fund og Sigga tók svona svakalega vel í. En það er það er alveg ljóst að í sókn af landsbyggðinni í sjóði Tækniþróunarsjóðs hefur ekki verið nógu há eða nógu mikil og við erum gagngert í bara öll landshlutasamtökin að reyna að efla frumkvöðla út á landsbyggðinni til þess að sækja Það er í rauninni tvennt sem við getum gert. Það er annars vegar að fá fleiri til að sækja og svo þá sem sækja að gera betri umsóknir og aðstoða á eftir fremsta megni. Þannig það eru þessi svona 2 stóru pólar sem að við höfum tekið í hæðina hjá landshlutasamtökunum að hjálpa fólki við þetta. Og gott þú komst inn á skattaafsláttinn eða skattafrádráttinn líka því að það er annar pottur af peningum sem að hefur verið ótrúlega lítið sótt af landsbyggðinni. Við höfum gert eitt og annað í að kynna þetta úrræði sem stendur fólki til boða. Þetta er ekki hvað var að segja, þetta er ekki nú vantar mig orðið. Þetta er opið öllum og svo lengi sem þú uppfyllir skilyrðin þá færðu skattaafsláttinn. Þetta er ekki samkeppnissjóður, það var orðið sem ég var að reyna að leita að. Þannig að það er ekki þannig að þú þurfir að setja inn bestu umsóknina til þess að fá það sem þú ert að biðja Þannig að við erum líka öll að bjóða fram aðstoð við að hjálpa fyrirtækjum við að nýta sér þetta úrræði því að við viljum gjarnan sjá þessi hlutföll breytast og sjá fleiri styrki og skattaafslætti koma út á land. Þannig að ég bara þakka þér rosalega vel fyrir að taka svona vel í það og koma út á land og vera sýnilegri og aðgengilegri af því að það er svo stór hluti af þessu. Hér komin spurning fagráðin. Hvernig þau eru skipuð, hvernig veljiði fólk í þau og hvað eru margir sem eru af landsbyggðinni í fagráðinu? Já, þetta er góð spurning því að það er alveg rétt að það er pínu erfitt að veljast í fagráð en við í rauninni komum með tillögur að fara með meðlimum og það fer fyrir vísinda- og tækninefnd sem skipið af, ef mig minnir, forsætisráðherra, ég held að tilheyri forsætisráðuneytinu. Þar situr fólk svona, við skulum segja bara, fólk í stjórnendur í atvinnulífinu sem að í rauninni samþykkja og ekki samþykkja þá sem situr í fagráði. Þannig er sá prósess fyrir og það til dæmis, það er ekki neitt annar en þeir sem að geta samþykkt inn í fagráð. Fagráðin eru síðan, þetta eru manneskjur sem að oft á tíðum, sérstaklega í svona viðkvæmum brönsum, það getur náttúrulega verið mjög, maður verður að passa, það er gríðarlega mikilvægt að við pössum það sé ekki einhver að lesa eitthvað sem geti haft áhrif á bæði bara hagsmuni og annað. Þannig að við förum, það er mikil og það er bara handavinna við förum alveg handvinnum það alveg bara skref fyrir skref og bæði förum við sjálf og við erum alltaf með upplýsingar þetta fólk sem situr í fagráði. Síðan það þannig að við erum að reyna meira og meira og við erum með nokkrir aðilar eru bæði algjörlega út á landsbyggðinni, við reynum eins og við getum að ná í landsbyggðarfólk og það hefur gengið ágætlega verð ég að segja með að við svona ég var að viðurkenna, ég þyrfti að skoða prósentutöluna en ég myndi telja að við værum allavega með svona í fljótu bragði þá erum við, að því ég bara sjálf satt í fagráðinu og það var svo gaman þegar það var svo erfitt fyrir fólk að koma til því það voru staðfundir en núna í kjölfar COVID þá breytum þessu öllu náttúrulega í fjarfundi og þá er náttúrulega miklu auðveldar að fá fólk af landsbyggðinni. Ég held að við myndum allavega að segja að við erum svona 30% af landsbyggðinni myndi ég halda og svo erum við búin að auka við líka þá Íslendingar sem eru staddir erlendis. Það er nefnilega að við erum með fólk sem og það er svona
það eru minnstu hagsmunir einhvern veginn, þannig að það líka mjög gott að vera með fólk sem að þekki til Íslands og þykir vænt landið sitt og vill sjá allt blómstra og vaxa og eru í rauninni kannski staðsettir annars staðar í störfum. Við erum með, stundum við erum með svona, þú veist, fjarfundirnir hafa bara einhvern veginn hjálpa okkur svo rosalega mikið hvað þetta varðar. Og svo höfum við passað upp að vera alltaf með jafn kynjahlutföll. Það er alveg 50% konur og 50% karlmenn. Þannig að þetta svona, þannig nú það. En þetta er ekki eins auðvelt og maður gerir sér, að því að þú veist, það fullt af fólk hérna sem maður myndi vilja vinna með, skulle segja. en bara kannski það tengt að það bara gengur ekki upp. Þannig að þetta en við reynum að gera okkur allra besta þarna. Akkurat, takk fyrir það og einmitt tengt þessu spurning eignarhald fyrirtækis, ef að fyrirtækið skráð erlendis en í eigu Íslendinga og Íslendingar að vinna við það hér, mega þeir sækja Já, það talað að í rauninni dótturfyrirtæki meðan hugverkið, vinnan unnin á Íslandi og það verið að skapa störf hér. Það var mikið rætt þetta, en það í rauninni í lagi á meðan verðmætasköpunin verður hér. En þetta ekki bara klippt og skorið því að það einmitt fyrirtæki sem í rauninni að vinna vissu dæmi að vinna hér á Íslandi að einhverju verki sem en síðan búið að ákveða að muni verða síðan í eigu erlends fyrirtækis. Þarna maður farin að hugsa hvernig það búið að ákveða fyrirfram, en ef það ekki ákveðið, þú veist, ef að verðmætasköpun verður til staðar hér og hér verið að búa til störf og hér verið að mynda verðmæti, þá það eðlilega náttúrulega viss fyrirtæki í eigu stærri samsteypa og annað slíkt. En þróunin á sér stað hér og það í rauninni þau störf sem við viljum fá og við viljum búa til fleiri af. Flottir. Takk kærlega fyrir það. Þá held ég að ég sé nú ekki búin að missa af neinum spurningum og neinum vettvangi. Þetta kemur í gegnum tölvupósta og Facebook og chatið og fleira. En ef það einhver sem vill taka til máls eða rétt upp hendi þá hvetjum við fólk til þess. En ef ekki, þá var ég að spá í Sigga, ertu með einhverja glærur svona þessar helstu ástæður fyrir að umsóknir falla? Ég ekki með glæru yfir það, en ég get svona farið yfir það í stuttu máli líka, eins og ég nefndi þetta markaðsinnviðina. Það alveg ekki ástæðulaust að við setjum þetta upp í sjálfum á kynningafundunum af því að þetta ótrúlega oft sem að fólk sem sagt setur inn, þarna markaðsinnviða kostnað. Ég hvet ykkur til að því enn og aftur, þetta eru opinberir peningar og það eru fastar og stífar reglur og okkur ber algjörlega að fara eftir þeim sem við gerum að sjálfsögðu, en það oft orðalagi líka að bara hugsa því að það mikilvægt að við erum náttúrulega, heimurinn líka breytast og í rauninni þyrfti að uppfæra allar reglur á hverju ári, en það bara gengur ekki svo hratt í sem sagt regluverkinu. Það mikil vinna bak við að skrifa þessi umsókna svona blöð og uppfæra reglur, en ég bara bið ykkur öllum að gæta að hvernig maður sem sagt orðar hlutina. Og ef það túlkast undir nöfnum markaðsinnviða þá gerir það mjög oft þegar við lesum yfir. Annað sem bara líka mjög stundum verkefnalýsingin má ekki fara fram úr 20 blaðsíðum og það bara passiði upp á það. Og oft betra að hafa, það ekki alltaf magnið af efninu sem kemur inn, heldur það þessi að vera hnitmiðaður, að vera að sýna fram á í rauninni að maður sé búin að vinna úr efninu og komast að niðurstöðum. Passið að spara eða seifa ekki í vitlausu formati. Það getur líka, eins og ég segi, alltaf oft valdið falli. Þannig að það alveg töluvert af bara, ég vil ekki kalla það klaufavillun, en þetta svo oft sem að fólk kannski að senda inn á síðustu stundu. Við sjáum líka þegar verið að senda inn, það alveg fáránlega margar umsóknir sem koma bara rétt fyrir frestinn
og það alveg óþarf að bíða með alveg fram á síðustu mínútu. Það einhvern veginn bara að gera að reyna að gefa sér, bara stilla klukkuna aðeins vitlaust þannig að maður sé ekki alveg í hælunum á umsóknarfrestinum. Það hefur komið fyrir að fólk sem með fyrirtæki sem eru eldri en 5 ára hafa sótt í vitlausan flokk, þannig að þið skulu passa það líka að ekki vera, það er eins og með fræjásbrota, það má ekki vera eldri en 5 ára og það að vera miðað við kennitölu fyrirtækisins. Svo það bara eitt sem ég vil benda ykkur á, af því að það bara almennt að ég myndi, það tvennt eiginlega. Fyrst það þannig að margir sem að sækjum komnir rosalega djúpt og mikið inn í sinn heim. Það gríðarlega sérþekkingu á viðkomandi efni og eru virkilega bara á kafi bókstaflega í viðkomandi verkefni og þá, ég segi stundum það eins og fólk byrja á 3. kaflanum strax, að í staðinn fyrir að útskýra, bara byrja á 1. kafla, segja ég að fara að gera þetta ætla ég síðan að gera þetta og svo þetta og þetta, af því að það fagráðs fólk að lesa sem það aldrei allir 3 með sérþekkinguna sem þið hafið, mögulega 1 og hugsanlega vonandi 2, en svo alltaf einhver 1 líka sem bara, þú veist, kemur kaldur á borðinu og kannski markaðsmanneskja. Þannig að það mjög mikilvægt þó að það bara svo oft, þetta svo mannlegt, að maður oft þegar maður inn í einhverju, að maður byrjar bara að tala út frá þeim punkti þar sem maður sjálfur. Þannig að það mjög góð regla líka að láta kannski bara fólk sem ekkert endilega í þínu bransa að lesa bara yfir umsókn og segja bara skilurðu hvað ég að segja. Bara áttarið á því hvað ég að segja og þetta hjálpar og þetta gefur voru svo gott start fyrir þegar verið að lesa yfir umsóknir að þú veist, já, heyrðu, þetta svona í staðan fyrir að byrja bara, bíddu, hvað var hann að segja hér og þú veist, oft þetta eru kannski flóknar og mjög fræðilegar umsóknir, þá þetta bara, þú veist, það svona brain freeze en þið skiljið hvað ég meina, maður bara svona, það hjálpar svo til og svo annað og það bara almenn málfræði og ég veit þetta hljómar eins og ég sé einhver gamall íslensku kennari, en það bara vinnur með, það bara vönduð vinnubrögð, þú veist, að skrifa og ég meina hreinlega bara ganga vel frá henni og eitt sem að ég alveg, það magnað í hverju, það liggur við í hverju umsóknar tímabili, ekki skila inn með hvað heitir það, remarks, hvað heitir það þegar maður í vördinu, þá fellur hún. Ég veit að þetta þú veist, það í rauninni, þetta umsókninu svo sama, en það bara form, hvernig segja, hún verður að vera án nokkurs, og nú vantar mig orðið, alveg þið vantaði aðan, hvað heitir það þegar maður með remarks á hliðinni, á spottingi. Já, svona track changes, en það ekki rosalega fallega íslenska. Nei, það skilja það vonandi. En þið skiljið hvað minnið. Já, það magnað, það virðist bara, og það hefur fólk hringt bara með grátstæðan í kverkunum bara, þú veist, korteri seinna og sagt ég sendi þetta inn, en það má ekki eiga við umsóknir þegar það eru komnar inn. Þannig við megum ekki skipta út hversu blóðugt sem það er. Þannig að hvað bara svona atriði, smáatriði og eins þegar þú ert að tala að fólk sé að skila í röngu formati, þú ert búin að eyða miklum tíma í að skrifa flotta umsókn verðu verkefni og svo það ekki lesið yfir að því að fellur á svona formkröfum. En bara af því að núna eru bara 3 mínútur eftir og við ætlum að fara að klára þetta, að þá svona kannski gott að undirstrika hvar hjálp að fá. Og eins og ég kom inn á, þá bjóðum við hjá landshlutasamtökunum alls staðar á landinu upp á ráðgjöf við styrkumsóknarskrif. Við lesum yfir umsóknir og getum gefið ykkur, við skrifum það ekki fyrir fólk, en við getum lesið yfir og komið með ábendingar. Þar sem okkar sérfræðiþekkingu þrýtur eða ef þetta eru það viðamiklar og stórar umsóknir að við metum það sér svo að þetta sé betur gert að fagaðila, þá erum við hjá SSNE með sjóð eða potta penningum þar sem við getum notað þá sjóði til þess að niðurgreiða sérfræði aðstoð frá einkafyrirtækjum sem að bjóða fram eða í rauninni gera út á styrkumsóknar aðstoð. Og þetta allt saman í viðbót við þá aðstoð sem að Sigga að bjóða fram hjá ráðgjöfum Rannís.
Ég tek undir orðin með að vera tímanlega í þessu, ég þekki það sjálf vegna þess að við sjáum umsýslu ýmissa sjóða hérna innan húsja á SSN að það eru allt of margir sem að gera þetta á síðustu metrunum, þá hafið þið takmarkaðri aðgang að ráðgjöfunum, það eru allir orðnir uppteknir og það er alltaf betra að byrja fyrr heldur en seinna og senda inn umsóknina fyrr. En af því sögðu þá ætlaði ég nú bara að þakka þér kærlega fyrir sig að taka þennan tíma. Það er leiðilegt að hafa þig ekki hérna á Akureyri með okkur en við ráðum nú ekki við veðrið á Íslandi. En ég hlakka til að sjá þig 11. og undirstrika ef að þið viljið fá ráðgjöf, það er nú eitthvað búið að bóka meira þannig að þetta er orðið ansið þétt hjá okkur í dag. Frábært. En það eru þó nokkur slott eftir 11. Það er umsóknarfrestur að renna út í nokkrum styrkjaflokkunum eins og þið sáuð á glærunum 15. mars. Þannig að það er þá von okkar að þeir sem að mæta 11. mars séu þá nokkuð tilbúnir eða búnir að skrifa meiri hlutan ef ekki alla sína umsókn og geti þá fengið ráðgjöf á síðustu metrunum en ekki að byrja á þeim degi. Nei. Ég bara tek undir það líka því að það er einmitt það mjög gott að nýta sér það er nefnilega og meira sér núna það er farið að kenna sko í sumum viðskiptaáföngum í háskólanum það er verið að nota umsóknareyðublöðin frá Tækniþróunarsjóði sem svona grinn til að því það gerir svo mikið líka þegar maður fer að byrja umsóknina þá fer maður að hugsa og þetta bara hjálpa manni líka að móta hugmyndina þannig að það er svona viss prósess sem fer í gang þannig að að gera og við verðum allavega 2 þarna 11. og það má bara bóka okkur við erum ykkar allan daginn eins mikið og þið viljið og bara hlakka til að koma norður. Hlökkum til að fá þig. Ég þakka öllum fyrir sem hafa fylgt okkur í dag. Þetta er búin að vera frábær fundur að mínu mati og góð þáttaka bæði á Facebook og á Zoom. Upptakan lifir og verður gerð aðgengileg á SSN og Rannís heimasíðunum og ef þið vilja eintak af glærunum getið sendt tölvupóst á mig og ég skal sjá til þess að deila því öllu í réttar áttir. Og svo hlakka ég bara til að sjá þá sem að koma svo áfram í ráðgjöfina. Takk í dag. Takk.